Góðan daginn, góðir áheyrendur, velkomnir í 79. þáttin af sjónvarpslausum fimmtudögum. Það hefur eitt og annað gengið á síðan við tókum upp síðasta þátt. Það er kannski svona áberandi, eru þetta bara svona þróun mála í hvað varðar forsetaframboð, en kannski pólitíkin er mest áhugavert að fylgjast með þeim viðbröðum sem er að koma fram varðandi fjármálaáætlun ríkisstjórnarinnar. Það kom mér nú kannski ekki á óvart að það yrði töluverð gagnrýni á nálgunina, en hún er kannski, ef eitthvað er eilítið beittari heldur en ég hefði gert ráð fyrir. Hvernig fannst þið síðasta vika spilast, Sigmundur? Já, já, eins og þú segir, athyglinin er auðvitað í auknum mæli að fara á forsetakosningarnar, en þetta var mjög stórt pólitískt atriði sem að birtist þarna í formi álits fjármálaráðs á fjármálaáætluninni og eins og þú segir, það var nokkuð afgerandi að það væri eitt og annað sem að betur mætti fara þarna, en vakti sérstaka athygli mína og ánægju, verði að segja, að flest þessara atriða sem að fjármálaráð setur út á eru með hlutirnir sem við erum búin að vera að reyna að benda á núna misserum og jafnvel árum saman, varðandi það hvernig þessi ríkisstjórn heldur á rekstri ríkisins. Það er bent á þessa viðstöðulausu útgjaldaaukningu sem að við höfum oft gert að umtalsefni hér, enda ríkisstjórnin búin að slá öll met á því sviði ítrekað. En það er líka komið mjög afdráttarlaust inn á það hversu óljós sparnaðaráformin eða aðhaldsáformin eru. Þetta er eitthvað sem við höfum mikið rætt. Fuglarnir í skógi. Fuglar í skógi og ekki bara það að þessi ríkisstjórn viti ekki hvernig eigi að ná fram sparnaði. Hún virðist ekki vita hvernig næsta ríkisstjórn eða þar næsta ríkisstjórn jafnvel eigi að ná því. Nú hefur þessi stjórn auðvitað verið mjög dugleg við að lofa ýmsu mörg ár fram í tíman, kynnt áformum allt mögulegt sem að næstu ríkisstjórnir eiga að sjá um, en virðist ekki hafa fundið leið til þess að benda næstu ríkisstjórnum á hvernig megi spara fyrir öllum þessum útgjöldum. Og eins og við nefndum í umræðu okkar fjármálaáætlunina, það er búið að fresta fyrsta hallalausa árinu í hvað áratug eða eitthvað slíkt. Það er búið að fresta því eina ferðina en eitt ár. Já, já. Og það þó að það verði í lok næsta kjörtímabils. Já, já, það er alveg ótrúlegt hvernig þessi stilt upp. Þannig að niðurstaðan er bara svo, það er mjög framandi fyrir þessa ríkisstjórn að það sé yfir höfuð hægt að spara eða reka ríkið hallalaust. Já, er það ekki pólitískur ómöguleiki hjá þessari ríkisstjórn? Jú, jú, og við þetta sjáum hvað er að gerast núna þegar að stjórnin er komin í nýjan ham og byrjuð fyrst og fremst að hugsa já, hún er kannski búin að gera það lengi, en nú er eina markmiðið að því er verðist að þrauka einhvað áfram og útdeila peningum. Þannig að hver ráðherra fyrir sig er farin að sinna sínum sérstöku áhugamálum, án nokkurrar heildarstefnu, án nokkurrar framtíðar sínar pólitískra áherslna, að bara hver ráðherra fyrir sig grípur eins og getur úr ríkiskassanum, fyllir lúkurnar og fer svo hring og kemur aðra ferð. Manstu eftir einhverri svona raunverulegri aðhaldsaðgerð ráðherra núna þessu kjörtímabili? Ég næ ekki að rifja neina slík upp svona fljótt á litið, sko. Nei. Meiri segja, sko, þar sem að menn í einhverju er að sameina stofnanir og þess áttar. Já, það er samt ekki gert ráð fyrir sparnaði. Nei, einmitt. Það er bara að verja því hagræði sem að maður gefur sér að hljóta verða í meiri útgjöld á öðrum liðum stofnanna, sko. Já, já. Og svo núna, þegar þau fara eitthvað að tala um aðhald, þá er það annars vegar útlistun á því að ríkisstjórnin ætli ekki að gera allt sem hún hefði getað hugsað sér að gera. Húsið sem stóð til að byggja og hefur sem betur fyrir verið frestað, ítrekkað fyrir aftan stjórnarráðshúsið. Já. Það er búið að vera sparnaðaráð núna í nokkur ár að fresta því aftur og aftur.
og Það er bara mest að furða að þau leggja þetta ekki saman eins og hún félagsmálaráðherra fyrrverandi þegar hún sagði að það var 10 iðnaðarmenn næðu 1% sparnaði á sínum verkli þá væri bara orðið 10% lækkun. já, já, Mm. akkurat. En það er svona svolítið samt, útreikningarnir eru í þá veru hjá þeim, finnst maður stundum, til dæmis áformaður sparnaður vegna samdráttar í komu hælisleitenda, það sem á að spara á næstu árum einhverja tugi milljarða, Mhm. en fylgir ekki sögunni, og þetta tengist því sem að fjármálaráður að reyna að draga fram, það fylgir ekki sögunni hvernig þessi sparnaður á að nást, það er að segja hvað muni leiða til þessara fækkunar. Nei, nei. Jú, menn vita fyrir að Útlendingastofnun er búin að eh, endurskilgreina Venezuela og það hefur haft áhrif á fjöldan en hann er samt gífurlegur ennþá og við þetta vitum ekkert ef mann breyti ekki lögunum hvenær næst kemur að því að einhver land, stórt ríki jafnvel, verði skilgreint þannig að allir sem þaðan koma eigi að fá hér hæli. En nóg er til að þar sem vandræðin eru alvarleg. Já, heldur betur og ekki minni en í Venezuela í mörgum löndum og þetta kemur fjármálaráð inn á ekki með þessu tiltekna dæmi heldur með því að draga það fram líka að til viðbótar við óljósa áform hvernig sparnaður eiga nást þá sé ekki gert ráð fyrir óvæntum áföllum. Það er að segja óvæntum kostnaði við einhvað. Nei, nei. Uh, og það sé raunar reglan frekar en undantekningin að það verði alltaf einhver óvæntur kostnaður og þess vegna hefur minna að gera ráð fyrir því. Hvað ef að til að mynda til að halda í þetta tiltekna dæmi að Útlendingastofnun skilgreinir 300 miljón manna land sem óörugt og allir sem koma þaðan eigi að fá hér hæli, það mun einhver kostnaður fylgja því á meðan að menn er ekki búin að breyta lögunum og laga þau. Þess að ef að hefði verið einhver alvara með þessum aðhaldsaðgerðum þá hefði útlistað betur á hvaða grunni þetta aðhald myndi nást. En það er ekki gert, það er bara talað almennt Já, það en þetta er þetta er ítrekkuð nálgun þessar ríkisstjórnar á fjármálaáætlun sína því að það hefur verið efnislega sama tilefni til gagnrýni hverja fjármálaáætlun á fætur annarri sko og mér hefur nú þótt sko fjármálaráðið vera svona seinþreytt til vandræða sko. Já, þess vegna vakti þetta kannski meiri athygli en ella en fjármálaráð eins og bendir á að í samanburði við mörg Evrópulönd eða samanburðarlöndin skulum við bara segja þá standi Ísland þrátt fyrir allt ennþá nokkuð vel en það er auðvitað vegna þess að það hefur reynst okkur afskaplega vel undanfarin ára að hafa náð þessum stærsta efnahagslega viðsnúningi nokkurs ríkis í seinni tíð þarna eftir uppgjör bankahrunsins. Þannig að það er það sem hefur haldið okkur á floti efnahagslega jafnvel með þessa eyðslusömu ríkisstjórn. Þetta er já. En svo virðast þeir hafa tekið ráðum þeirra í Reykjavíkurborg að það bárust fréttir af því að fjármálaráðherra hefði beðið Landsvirkjunum 10 milljarða í auka arðgreiðslu. Og þetta svona lyktar nú dálítið af loftfimleikum Reykjavíkurborgar þegar Orkuveita Reykjavíkur OR er þurrausinn sem náttúrulega takmarkar svigrúm til fjárfestinga og orkuöflunar. Þannig að manni fannst þetta nú svona ekki bera vott sko auðvitað er ekki ástæða til þess að láta liggja fjármunin í Landsvirkjun sem að nýtast þar illa sko en það í öllu falli niðurgreiðsla skulda held ég að sé áfram áætluð þar en þetta er svona lítur út fyrir að vera svona fegrunaraðgerð hjá ríkissjóði miklu frekar en annað. Já og
og einnig þá er það bara ljóst að í stað þess að ríkisfyrirtæki Landsvirkjun greiði skuldir sínar niður hraðar og geti skilað meiri arði inn í framtíðina, þá vill ríkisstjórnin taka þarna 10 milljarða til að eyða í eitthvað. Já, Þetta fer allt í rekstur. Við eitthvað. höfum, við höfum séð einmitt bara í eitthvað. Við höfum séð það sama í, í umræðinu um Íslandsbanka. Það eru þetta óttast menn að ef þessi stjórn klárar að selja bankan, þá bara fari peningar í reksturinn eða einhver dellu verkefni. Íslandsbanki, eins og við höfum nefnt þetta, settur með þessi samhengi við borgarlínuna sem að aftur Já, er já, komin já, já. ofarlega Heyrðu, í umræðinu og forgangsröð hjá þeim. nú er hún bara komin algjörlega á bara hraðbrautina, sko, miðað við Já, já, orð nýs innviðaráðherra Svandísar Svavarsdóttur já, já. og svona orð í tengslum við aðalfund betri samgangna OHF í gær, eða var það í fyrradag kannski, Mhm. en það er nú ákveðin svona húmor í því að mín gamla og góða vinkona Ragnhildur Hjaltadóttir verandi ráðuneytisstjóri í samgönguráðuneytinu og síðan innviðaráðuneytinu og hafi verið tekið að sér stjórnarformennsku í betri samgöngum, en mér er til efs að Ragnhildur hafi nokkuð tíma stíð upp í strætó. Já, ég skal ekki segja, en, Hérna, en það, og er ég ekki að gagnrýna það, sko, síður nei, en nei, svo. nei, 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 Mm, alls ekki, en sko, þetta var atriði númer 1 hjá formanni í VG, Guðmundi Inga, þegar ríkisstjórnin tók við. Þá bent hann á að nú yrði aldeilis allt sett á fullt með borgarlínuna og svo kemur verðandi formaður VG, má ekki kalla hana það eða jú, hvað, jú, það er alveg óhætt. Svandís og ítrekar þetta að nú muni menn aldeilis dæla í borgarlínuna og leika þar lausum hala, þó hann hafi ekki orðað það þannig. En við bara horfum fram á það núna að það verði farið að eyða óhemju peningum í verkefni sem að enginn veit hvað muni kosta og enginn að sögn veit hver muni reka. Nei, nei. Ég spurði þennan sama innviðaráðherra því í þinginu um daginn hver myndi sjá um rekstur borgarlínunar og hún kaus að svara því ekki. Og reksturinn verður dýr eins og menn geta ímynda sér Já, ofan á auðvitað framkvæmdina sem á eftir að fara aftur og aftur fram úr áætlun, menn vita þetta. það er því miður það eina sem er örugt, sko. En þessi ríkisstjórn, ef hún endist í einhverja mánuði, hún virðist hugsa sér að setja þetta af stað í kerfinu með þeim hætti að erfitt verða að vinda ofan af því. Já, já. Þetta er bara Landspítala taktíkin aftur. Já, já. Já. Heyrðu, eitt sem Sama varðandi þessa 10 milljarða auka arðgreiðslu sem að ráðherrann óskaði eftir frá Landsvirkjun. Ætli ráðherra ríkisstjórnarinnar sem fara með hlutabréf, það er náttúrulega fyrst og fremst ef ekki eingöngu fjármálaráðherra hverju sinni. Já. Ætli fjármálaráðherra hafi ekki fengið minnisblaðið frá Katrínu Jakobsdóttur þáverandi forsætisráðherra um hóflegar arðgreiðslur sem að hún lagði ríka áherslu á við fyrirtæki á almennum markaði. einmitt. Átti þetta sem sagt bara við almenna markaðin en alls ekki hinn opinbera? Já, skilaboðin frá þessari ríkisstjórn hafa náttúrulega eiginlega verið ekki gera eins og ég gerið bara eins og ég segi. Já, já, Það akkurat. gildir ekki það sama um þau. Og þess vegna höfum við hort upp á ástand þar sem að ríkið er að viðhalda og keyra áfram verðbólgu í landinu. Já. Og raunar má segja það sama um ýmis þeirra vandamála sem að hafa hér fengið að liggja óleyst, húsnæðismálin og fleira, allt helst þetta í hendur, að það eru litlir tilburðir til að taka á undirliggjandi vanda, en svo koma umvandanir til annara. Já, já, akkurat. Það er í rauninni, já, það á allt og oft við og í rauninni svona iðulega hjá þeim sem þarna stjórna núna, sko. Já, Heyrðu, en svo var svona á þessum nótum, þú í
í störfum þingsins í vikunni, þá varstu að kalla eftir því að ríkisstjórnin svona sýndi betur á spilin hvað varðar mælanlegar árangur sinn. Já, ráðherrarnir eru margir búnir að vera að setja upp einhver, hvað er þetta að kalla, stjórnborð, er það ekki? Jú, mælaborð. Mælaborð, Já. sem er svona leið þeirra til þess að þykjast vera að gera eitthvað í málunum, að setja upp vefsíður með mælaborðum, þannig að þetta sé að fylgjast með árangrinum og ekkert út á það að sitja í sjálfu sér að menn veitu upplýsingar, það er bara mjög æskilegt. En maður skildi þó ætla að þegar menn setja upp mælaborð þá hljótir að hafa einhver markmið til þess að hægt sé að meta hversu langt menn hafi komist í að ná þeim markmiðum. Stundum aðeins vantaði upp á það að menn útlistuðu hvað væri ásættanlegt á mælaborðinu og hvað ekki. En hvað það? Það hvarflaði að mér að það gæti verið ráð, ekki hvað síst fyrir þingmenn meirihlutans, svona til þess að halda sínum ráðherrum við efnið, að þeir færu fram á að setja upp mælaborð ríkisstjórnarinnar. Og þá væri eðlilegt að byrja á 3 málunum stóru sem að þessi ríkisstjórn var mynduð að sögn forsætisráðherrans, útlendingamálunum, orkumálunum og fjármálum ríkisins, efnahagsmálunum. Fallega gert hjá að stofna heila ríkisstjórn utan áhersluatriði Miðflokksins. Já, það vakti athygli okkar og þess vegna viljum við gjarnan hjálpa þeim við þetta. En það getur verið gott þá að hafa mælaborð sem að sýnir árangurinn, en þá þarf að liggja fyrir, og þar kemur kannski vandinn, hvert menn ætla að ná, hvaða markmiðum menn ætla að ná. Og það í öllum þessum málaflokkum virðist vera mjög óljóst. Og eins og við höfum rætt ítrekað áður, fer ekkert sérstaklega vel af stað. Ekkert nýtt að frétta af útlendingamálunum, bara fyrirliggjandi frumvörp og áform, þar með talið áform Vinstri grænna að auka þjónustu og gera Ísland meira aðlaðandi sem valkost. Það er ekkert að frétta í orkumálunum, og í ríkisfjármálunum segist nýr fjármálaráðherra ekkert mjög spenntur fyrir því að spara. Þannig að það væri ágætt að fá svona mælaborð ríkisstjórnarinnar, byrjum á þessum 3 málum og fáum þá vonandi að sjá að hverju er stefnt. Ertu að leggja til að súsararnir dusti rykið á skuldaklukkunni sinni? Já, það er nú reyndar svolítið skrítið að þeir skuli ekki hafa gert það fyrir löngu síðan. Ég held að það væri vel til fundið. Já, einmitt. Það er ekki víst að þeir viljið, sáttu ekki athygli á þróuninni eins og hefur verið. Þeir byrja bara frá deginum í dag, sko. Nú er annars flokks ráðherra komin í ráðuneytið. Já. Þetta er auðvitað eitthvað sem súsararnir verða að fara að gera, gagnrýna þessi brjálæðislegu ríkisútgjöld. Það er alveg óskiljanlegt hvað þeir eru seinþreyttir til vandræða. Ekki að ég ætla að fara að skipta mér að ungliðastarfi Sjálfstæðisflokksins, en svona öðruvísi manni áður brá. En eru þeir ekki aðalega komnir í einhver svona vókmál núna? Er það ekki alltaf hættan, sko, en það er nú efnilegt fólk þarna líka og þannig að við hvetjum súsarana til dáða í þessum efnum. Og þingmenn stjórnar meirihlutans, ég bara gaukaði aðeins þessari hugmynd, af því það getur hjálpað þeim að halda ráðherrunum sínum við efnið. Talandi að gauka hugmyndum að stjórnarliðum, þá varði ég við beiðni Lilju Daggar Alfreðsdóttur að koma til hennar mögulegum leiðum hvað það varðar að draga úr yfirborðastöðu Ríkisútvarpsins á fjölmiðlamarkaði og styrkja við einkareknum miðlana í pistli í Morgunblaðinu. Við Lilju Dögg áttum orðastað í síðustu viku þessa efnis, og mér þótti það bara alveg sjálfsagt að bjóða fram þessar hugmyndir okkar sem við útfærðum fyrir þó nokkru síðan og bjóða ráðherra að gera þær að sínum. Já, það var bara vel gert hjá þér. Við erum alltaf til þjónustu reiðubúnir. Við erum í lausnabransanum. Já, það er svona okkar svið.
að leysa málin og þarna fékk hún ágætis yfirlit yfir þær hugmyndir sem að við höfum lagt fram í þessu efni, hafandi beðið um það sérstaklega Já, já, akkurat, og við bara býðum að sjá hvort að hún nýti sér þetta ekki og ríkisstjórnin með. nákvæmlega. Heyrðu, en við verðum eiginlega að nefna, nú var bara í dag, við erum að taka upp hérna seinni part fimmtudags, í dag held ég að verið sem að síðasta frambóðið skriðtæklaði marki í forseta varandi gagnvart forsetakosningunum eftir núna 4 vikur. Já. Sko, er En það ekkert var ekki... ekki þessi sem var með 9 meðmælendur, Nei, hann þetta var... ákvaði að hérna láta kjört liggja. Já, var það ekki þann sem vantaði kennitölunar og heimilisföngin sem að hérna, Já, sem skriðtaklaði markin. Hvað eru þið orðin? 12? 12 það frambjóðanir? voru 12 framboð, já. Það er ansi mikið. Já, spurning hvernig menn ætla að leysa þetta svona í umræðu þáttum og slíku. Ég held að sé nú eiginlega óhjákvæmilegt að skipta þessi hvað niður. Já, Það kemur ekkert mikið út úr því þegar að eru 12 saman í þætti. Nei, voruð ekki 9 formenn frambóða í hérna kosningasjónvarpinu fyrir kosningarnar 21 og það var nú ekki allt, það var ekki allt burðugt þar sko. Nei. En þetta það sem er kannski áhugaverðast núna er hérna kannski ekki fjöldi frambjóðenda eða hvernig svona þessi daglega barátta er að ganga heldur verður nú að segjast að Stefán Einar Stefánsson í spursmálum á mbl.is er búinn að taka 2 áhugaverðustu viðtöl kosningabaráttunnar hingað til, annars vegar við Katrínu Jakobsdóttur og hins vegar við Baldur sem að hérna lenti nú í miklu svona Joe Biden minnisleysi þarna hvað var það ISAF afstöðu sína, en síðan er hérna Halla Hrund hjá honum í útsending á morgun, það er ábyggilega margir spenntir að sjá hvernig sá þáttur þróast. Já, það er búið að vera áhugavert að fylgjast með þessu. Þetta er ekki svona bara almennt spjall ekki neitt, heldur þannig kemur hann með erfiða spurningar oft á tíðum og það er náttúrulega gagnlegast við þessar aðstæður að sé einhver alvöru umræða. Já. Þannig að það verður áhugavert að fylgjast með þessu áfram þó að við eins og aðri stjórnmálamenn skiptum okkur þetta ekki af þessum kosningum en eins og aðri borgarar þá fylgjumst við með og viljum gjarnan upplýsingar og umræðu. Þetta hérna, absolutt og hérna, en það verður áhugavert að því svona Halla Hrund kannski svona óþekktari heldur en þau 2 sem að höfðu mætt þarna í viðtal 1 og 2, hérna, hvað svona pólitíska afstöðu varðar, þannig að ég held að það séu mjög margir spenntir að sjá hvernig þetta leggst á morgun og svona það fór nú, ég kallaði nú Guðlaugur Þór Þórðarson orkumálaráðherra ætlaði að gera hann að skömmtunarstjóra Ramax með þarna frumvarpi sínu á síðasta þingi. En tók síðan þann kaleik sjálfur en orkumálin hljóta að verða hérna og hljóta að verða svona koma mikið til umræðu þarna morgun og hérna því að hún vill örugglega ekki finna sig í þeirri stöðu að enda aftur sem einhvers slags svona orkuskortstjóri. Já. Og svo er vantarlega Jón Gnarr þar á eftir. Já. Ég held ég hef séð að þeir ætli hann í spörsmálum að taka viðtöl við alla sem að mælast yfir 10% er það ekki í könnunum. Jú, ég heyrði það einhvers staðar. Og það getur þetta fleiri bæst í þann hóp, þetta er svo fljótandi allt saman og mikið að vera. Það má líka nefna fyrir þá sem er að hlusta þetta á fimmtudagskvöldi eða fyrir part föstudags að pallborðið á Stöð 2 verður með 3 frambjóðendur á morgun og þeir ætla að birta nýja könnun. Já, kemur ný könnun á morgun, já. Okay. Frá maskínu, þær berast nokkur hratt þessa dagana, forsetakannanirnar og sýna oft mikla breytingu svona frá viku til viku. Það verður áhugavert að sjá það líka. Heyrðu, nú fór ég bara inn á netið meðan þú varst að tala og það bara komið ný könnun. Nú? Katrín Efsten Jón Hrynur í nýri könnun, það er ekkert öðruvísi. Þarna sérðu, þetta er fljótt að breytast. Hvar ertu með þetta? Þetta er fyrsta frétt á vísi.is, birtist núna 18.08.
Jón Gnarr mælist með umtalsvert minna fylgi í nýrri könnun Félagsvísindastofnunar Háskóla Íslands en í öðrum könnunum til þessa. Katrín Jakobsdóttir trónir á toppnum í könnuninni en ekki er þó marktækur munur á henni og Höllu Hrund Logadóttur Svakalega sveiflast þetta, já, sem þýðir þá Baldur er þá dottinn niður í þriðja sæti sko. já, já, 30% og með Katrínu, 26,7 með Höllu Hrund, Baldur með 23 og Jón Gnarr, 7,4. 7,4. Það er allt í lís. Á hann þá hætti að missa af spursmálaþættinum eða við fyrrnefndar Ég, forsendur. það, Þetta getur auðvitað sveiflast tilbaka, það er já, já. ómögulegt að segja. En hann hefur verið, eins og segir, hérna, mælast á bylunni 15 til 18% í öðrum skoðanakönnunum, þannig að þetta er ansi mikið dropp þarna, sko. Já, Síðan eru næst á eftir Jóni Gnarr eru Halla Tómasdóttir og Arnar Þór Jónsson. Og hérna, þannig að þau hljóta auðvitað að vera í svona séns að slá inn í þennan hóp sem að kæmi til greina í viðtal í spursmálum. ertu með samanburð við hvernig þetta var síðast hjá sama fyrirtæki? Það er nú oft best að bera saman Já, já. kannanir frá sama aðila. Nei, ég sé það ekki hérna í flótubræði, Nei. sko. En þetta er bara, eins og við vorum að ræða hérna, rétt á hann að þú kastaðir þessu fram, að það er mikil hreyfing á þessu, Já, mikla já. sveiflur. Þetta er og líka áhugavert að það er ekki nema, 70% vinstri grænna sem að styðja Katrínu. Það er nú haldið að væri meir en svona rétt rúmu 2/3 sem styttuðu bakið á sínum formanni til alls þessa tíma, sko. Einmitt. Það er margt áhugavert í þessu. En, Já. en það áhugaverðasta núna held ég að sé viðtal Stefáns Einar Stefánssonar í spursmálum á morgun við Höllu Hrund Logadóttur. Ég hef trú á að það verði gott sjónvarp. Heyrðu, Það er viðbúð, já. Heyrðu, vippum okkur aðeins yfir hérna í umhverfis- og loftslagsmál. Þannig að eitthvað síðan við ræddum þau svona með beinum hætti, en það vakti athygli Ertu vissum að hlustendur séu sammálaðir? Er ekki hættan svo að þeir eru alltaf að tala um sömu hlutina, þessir menn. En það er vegna þess að við tölum um það sem þarf að ræða og aðrir reyna að þagga niður eða fela, og loftslagsmálin. Ég bara meta sem svo að það sé að minnstakosti vika síðan við ræddum þau síðast, þannig Já, að það er okay. komin tími til. Það er rétt. Þetta er stort mál. Ásdís Hlökk, fyrrverandi forstjóri Skipulagsstofnunar, hún steig aðeins inn í þessa umræðu núna, hafandi farið beint úr Skipulagsstofnun í stjórn Landverndar. Er hún ekki bara stjórnarformaður? Já, það er svoleiðis, já. Já, hún held ég allavega í stjórninni, og Bjarni hérna sem að fór fyrir Orkuveitu Reykjavíkur er þannig komin í stjórn líka. Er þetta einhvern veginn allt einhvern veginn að svona, er kapallinn einhvern veginn að birtast okkur núna? Já, ég held að. Það er ótrúlegasta fólk sem að hefur svona verið svona með skikkju svona hlutlausa, vamlausa embættismannsins árum saman, sem að sko síðan allt í einu poppar upp þarna sem lykil aðilar þarna megin, sem að er nú að svona þó nokkur leyti að grunnurinn að þeim vandræðin sem við erum núna í gagnvart þeim orkuskorti sem blasir við og er orðin, sko. Já. Og svona kannski má segja fulltrúar kerfisins, og þarna var verið í raunin að lýsa því hvernig væri hægt að nota regluverkið, löggjöfina, til að tefja fyrir og koma í veg fyrir framkvæmdir. Já, akkurat. Og þetta hefur verið mikið og vaxandi vandamál, að það er stöðugt verið að flækja öll þessi kerfi og gera framkvæmdir erfiðari, og þetta er á mörgum sviðum með þetta, en kannski ekki hvað síst á þessu sviði. Til dæmis er ég ekkert viss um að það hafi verið skynsamlegt að elta út í æsar þetta Árósa samkomulag svo kallaða, sem að gerði eða bara til heimsbyggðinni kleift að skipta sér af ákvörðunum um framkvæmdir á Íslandi. Já, já. Og ég og þú eflaust líka náttúruverndar sinni, og allt er þetta spurning hvað heitir á íslensku, trade-off,
Já, já, Þú þarft að fórna einhverju já, já, fyrir, fyrir ávinning og ef að menn eru uppteknir af loftslaginu og losun gróðurhúsalofttegunda, þá eru náttúrulega framlag Íslands langmest ef að við framleiðum meira af umhverfisvænni grænni orku og nýtum hana til að uh, framleiða verðmæti hér já, akkurat. eins og við gerum þetta með álframleiðslunni og það má kannski heita stærsta framlag okkar til loftslagsmála að framleiða þennan umhverfisvæna mál með svo umhverfisvænum hætti hér en við þurfum að muna að halda áfram að búa til orku og búa til úr orkunni verðmæti hér á Íslandi. Þetta kom nú aðeins til tals í umræðu í þinginu þegar að Andrés Ingi fór fram á sérstakku umræðu við loftslagsráðherrann um loftslagsmálin að þá setti ég þetta nú í samhengi og benti á að við mættum ekki falla í sömu gryfju og mörg lönd á meginland Evrópu, ekki hvað síst Þýskaland, að flytja einfallega framleiðsluna úr landi. Við draga þannig úr lífsgæðum en um leið jafnvel auka losun því að framleiðslan færist jafnan til landa sem að er ekki með eins umhverfisvæna orkukosti og framleiða raforku að miklu leyti með kolabruna. Já, já. Þannig að þetta er tvöfaldur skaði, bæði skaðlegt fyrir loftslagið og fyrir borgarna, fyrir velferði í þessum ríkjum. En það er að því að menn í þessum málaflokki, ekki hvað síst, líta ekki á heildarmyndina og langtíma áhrifin. Þetta er allt þessu umbúða mennska. Já, þetta er... Og það er kannski ástæðan fyrir því að við höfum nefnt þennan málaflokk alloft. Hann er svo lýsandi fyrir vanda stjórnmáluna. Vandan sem birtist í umbúðamennskunni, í eftirgjöf af valdi til einhvers kerfis sem eru sífellt flóknara, til erlendra stofnana, jafnvel, í stað þess að menn reikni dæmi til enda og taki ákvarðanir út frá því hvað er best fyrir samfélagið og í þessu tilviki bara best fyrir umhverfismál á heimsvísu. Akkurat. Ég fór inn á síðuna að því við nefndum Bjarna Bjarnason fyrrverandi forstjóra Orkuveitunar að hann er í einhverju sem heitir fagráð og landverndar. Já, alveg rétt. Ásdís Gott og flettilegs upp, hann er ekki í stjórninni. Þorgerður M. Þorbjarnardóttir eru þetta formaður landverndar, ég hef nátt að munna það en semst nýjir stjórnarmenn á síðasta aðalfundi kom inn Ásdís Hlökk Theódórsdóttir og Guðmundur Steingrímsson fyrrverandi þingmaður Framsóknarflokksins. Og var þingmaður Samfylkingarinnar og þingmaður Bjartara framtíðar, maður víðförull. Og formaður þess flokks tíma ef ég man rétt. Alveg rétt, hann átti nú ekki bjarta framtíð þar. En þetta verður ekki það er eitthvað síðan við tókum svona alþjóðamál fyrir. Það er búið að vera mikið stuð í verstu mögulegu merkingu þess hugtaks á háskólalóðum í Bandaríkjunum undanfarið. Hvar endar þetta eiginlega? Það er alveg ótrúlegt að horfa upp á þetta og vitleysiskanginn sem að þarna fer fram og maður fær ekkert á tilfinninguna að það búi endilega mikil einlægni á bakvið stuðning við málefnið. Þetta snýst auðvitað miklu leyti ástandið á Gaza en þeir sem eru ákafastir þarna virðast hafa tiltölulega lítinn skilning á því við hvað er að eiga og þetta snýst oft fyrir vikið upp í andúð á gyðingum fyrst og fremst en auðvitað þarf það ekki að koma óvart að háskóla nemar hafi áhyggjur af þeim sem að minna mega sín og þeim sem búa við hörmungar eins og fólkið á Gaza núna en það vekur samt athygli að það virðast menn ekki verið sérstaklega lausna með hvað þetta varðar og hafa lítinn sem engan áhuga á þeim hörmungum sem að fólk við annar staðar býr við og hefur búið við jafnvel
árum, ef ekki áratugum saman. Þetta hafa verið hræðileg stríð í gangi hér og þar í heiminum undanfarin ár og mannfall víða miklu meira heldur en mitt þarna. Það þýðir ekki það að ég líta fram hjá ástandinu á Gaza, en ef menn bara leiðu sér að nálgast þetta mál og önnur út frá innihaldinu og raunveruleikanum og stöðunni frekar en alltaf að vera í umbúðamennskunni, þá er miklu líklegra að árangur náist. Já, já. En það sem að vakti athygli mína hvað síst við þetta, það sem að þessi stúdentar eru búin að leggja undir sig skólalóðina eða í heilu byggingarnar, að það verðist alltaf vera sama reglan hjá No Borders og andfasistum sem kalla sig svo, að fyrsta sem þeim gera er að uh, setja upp landamæri Já, já. og taka svo jafnvel upp svona nokkuð fasíska stjórn innan þeirra landamæra. Þetta hefur við séð gerast á þessum háskólalóðum og það sama var áberandi í þessum mótmælum miklu í Seattle og Portland, fleiri borgum í Bandaríkjunum, þar sem að menn tóku yfir einhverja borgarhluta, einhver svæði í miðbænum, og leið og þeir hefðu náð þessu undir sig, þá settu menn upp landamæri og hvað hétt þetta þarna í Seattle, Chaz held ég að þeir hafi kallað nýja ríkið sitt. Og þar voru fljótt komnir þungvopnaðir verðir til að fylgjast með því að það kæmi enginn inn á þetta frísvæði sem að væru mönnum þar ekki þóknanlegir. Nei, akkurat. Og þetta er sama fólk og talar um afnám landamæra og allt eigi að vera opið fyrir straumi fólks á milli landa. Þannig að það er margt skrítið þessu, og svo hefur þú kannski séð myndband af einhverjum talsmanni þeirra þarna í Kólumbíuháskólanum sem er að biðja um mat, neyðaraðstoð fyrir fólkið sem hafi tekið yfir bygginguna. Og Er það ekki svipað á þarna stelpunnar sem að tjóðruðu sig í möstrum og hvalbátunum forðum? Já, ég meit. Ægilegur vitleysiskapur. Þannig var hún með yfirlýsingu við blaðamenn, fréttamenn, að þarna væri hægt á því að þessi stúdentar myndu farast úr þorsta eða hungri og voru þá búin að vera í þessari byggingu í einhverja klukkutíma, og hún krafðist þess að það yrði farið af stað með matasendingar, neyðaraðstoð, humanitarian aid, sagði hún. Svo var hún eitthvað spurði nánar út í þetta og þá sagði hann, já, allavega sko, þeir stúdentar sem eru með áskrift af mat hérna í skólanum, þeir ættu að fá mat sendan. Þeir gátu þetta bara rölti í kafeteríuna eða vildu, en þátt að senda matinn til þeirra. Svo dró hún enn í land og sagði, neða sko, við erum bara fyrst og fremst að biðja um að það vel ekki komið í veg fyrir að fólk geti komið með matinn í húsið. Og þá spurði ykkur fréttamaðurinn, er það raunin? Hafa einhverju verið að koma í veg fyrir það? Nei, já, við erum kannski ekki með fréttir af því, en við viljum bara fá sko, staðfest frá háskólanum að það verði ekki komið í veg fyrir það að menn fáa mat. Þetta var allt ykkur svona tómvitleysa. Og þetta svona vitleysisgangur hjálpar ekki Palestínu mönnum og hjálpar raunar engum. En nú er lögreglan á sumum stöðum farin að rýma þessi svæði og háskólarnir jafnvel farnir að reka forsprakkan á skólanum
Já, ég bara, ef maður setur nú í samhengi sko viðbröðin og tímann sem tók að bregðast við þessu samanborið við trakteringarnar sem að sko vörubílstjórarnir í Kanada urðu fyrir af Trudeau hérna Já, já, á COVID-tímabilinu. Þetta það er, var nú ekki lengi að kalla þá nasista. nei, nei, og Uh, síðan sko var það herinn eða var það þjóðvarliðið og það voru einhverjar mjög sértæk lög sem voru sko hérna svona virkjuð vegna þessa. Það var mjög ólík handering. já, þeir lokuðu bankareikningum Já, fólksins, já, þannig að það gæti alveg ekki rétt. keypt sér mat. Og Einmitt. þetta fólk hefði raunverulega getað bjargað sér mat, held ég. Ég held að bændurnir og vöruflutningastjórarnir hafi alveg kunnað á það. Já, þeir En það var bara reikningum þeirra lokað já, já, og þetta var einmitt áminning um hættuna sem getur fylgt því ef að allt er sett yfir á rafrænt form og ríkið fær vald yfir heimilisbókhaldi fólks já, akkurat. og getur bara komið í veg fyrir að menn komist út að kaupa sér mat ef þeir eru óþægir. Heyrðu aðeins að öðru, fyrsti hælisleitandinn er farin til Rúanda frá Bretlandi. Það hérna, Já, ég rak í rogastans þegar ég sá að þetta virtist vera einn sem að var já, sendur til Rúanda. en, Ætli hann sé hælisleitandi frá Rúanda eða hvernig? ég veit það ekki en hann fór þarna út með hvað, 3-5 þúsund pund í vasanum, Já, eitthvað slíkt til að koma sér fyrir og það er nú hægt að gera eitt og annað fyrir það í Rúanda. Þú ég getur myndi alltaf það. lifað eins og kóngur í töluverðan tíma. Já, þetta, já, þetta farið af stað með því að þessi maður fór til Rwanda en En þetta er auðvitað áhugavert eitt og í sjálfu sér sko að þetta sé í kjölfar þeirra setningarnar núna fyrir stuttu síðan þá sé þetta orðin fær leið sem er nú það sem að íhaldsmennirnir höfðu verið að svona undirbúa í dálítinn tíma. já, já, og ég held að ég fari rétt með að það hafi verið danskir kratar sem að voru fyrst að tala um þetta að senda hælisleitendur til Rwanda og það var nú fordæmt af flokkssystkinum þeirra á Íslandi. Mm. Ég veit ekki hvort afstæðan til þessu hefur breyst en Mette Frederiksen hafði kallað eftir því að fleiri lönd tækju þátt í þessum áformum. Bresk stjórnvöld settu þetta á stað og þetta er búin að vera hreint ótrúlega vandræðagangur til þessi eini maður að fara núna og áfram streyma bátarnir yfir Ermasundið frá hinu öruggaríki Frakklandi til Bretlands. Ég er ekki hægt að segja Frakklands örugt ríki. Já, svona, Þetta er ekki Svíþjóð. já, við skulum segja það. Og samt vilja menn leggja sig í hættu og við það að sigla yfir Ermasund til Bretlands og gríðarlega mikill straumur. Nú er kannski má segja að prinsipið komið en það virðist þegar verið farið að hafa áhrif því að nú streyma menn frá Bretlandi til Írlands að sögn, ég bara sé þetta í fréttum í bresku blöðunum og þeim írsku að fólk er í auknum mæli farið að flýja Bretland til Írlands vegna Rúanda fyrirkomulagsins og Írarnir eru bara ekkert sáttir. Stjórnvöld þar höfðu nú talað mikið um hvað Írland væri opið land og vildu taka við sem flestum en þeir vilja ekki fá það frá Bretlandi og Sunak sá ég breski forsætisráðherrann segist ekki vilja fá fólkið aftur frá Írlandi. Þannig að þetta er endalaus vandræðagangur og stafar af því að stjórnvöld virðast bara vera vanfær að annars vegar meta umfang og eðli vandans og svo að taka á honum í samræmi við það. Já, það er nú ekki, ef þetta væri nú eina dæmið, sko. Já. Erðu eitt útlandamála áður fyrir mig kvikmyndagagnrýni Sigmundar í fyrsta skipti í allt og langan tíma. Ég vissi ekki fyrir en að það bárust fréttir að því núna í vikunni að Brussel
hefði verið, Evrópusambandsapparatið í Brussel hefði verið að reka samfélagsmiðl með heilum 18 virkum reikningum. Hvað ætli þetta hefur kostað? Herðu, þeir, þeir settu upp, hvað hétt þetta nú aftur hjá þeim? Þeir settu upp sinn eigin samfélagsmiðil og annars vegar var það svona spjallsíða svona, til að keppa við Twitter, en svo voru þeir líka með Í, EU-vídeó. já, þetta heitir EU Voice. Já, EU Voice, það var X-ið, Mm. Twitterinn, og svo var það EU-vídeó held ég sem var svona til að keppa við Twitter. Já, Nema hvað nú er bara búið að loka þessu, það stendur til. Af því það voru bara 18 virkir bara þáttakendur hver þarna á hver segja þessir 18 að Evrópu-Twitterunum. gjalda? Já, Þetta er, sko, manni þykir nú virðingarleysi fyrir skattpinningum oftur að yfirgengilegt hér á Íslandi, en það er nú sennilega hvergi meira heldur en í Brussel. nei, ég hugsa að það sé nú rétt. Uh, og já, EU Voice eins og þú segir. Bara 18 manns þarna virkir. Þannig að það þó var til þess að menn komist að þeirri niðurstöðu. Þetta væri kannski ekki vænlegt. Já, eftir, Og eftir nokkra tilraunir og framlengingar á líftíma þessa apparats. einmitt. Heyrðu, þetta var nútudur, en heyrðu, í fyrsta skipti í allt of langan tíma, kvikmyndagagnrýni Sigmundar, ertu tilbúinn? Já, já, ég verð að vera það og ég hef beðið eftir því að fá að innleiða þennan lið hérna í þáttinn. Þú vilt alltaf vera að tala eitthvað um pólitík Mm. og þátturinn fer að miklu leyti í það og Ég biðst forláts. ég gerir ráð fyrir samt að það verði nú einhvern veginn þannig áfram. En við höfum stundum kynnt til sögunar nýja liði og við þurfum að muna eftir þeim og fylgja þeim eftir. Og ástæðan fyrir því að ég fór að hugsa um kvikmyndahotn Sigmundar var svo að ég sá kvikmynd sem að var sýnd í 10 ára afmælinu mínu Mm. og sá hana aftur núna. Þetta er kvikmyndin Red Dawn. Já, Hún var leigð á VHS spólu og sýnd í afmælinu og þarna var sko nóg af þykkvabæjasnakki, það var prins eða prins Bólo, það var hraun og það var kók eins og hver gat í sig látið. Og ég er ekki að tala um litlu 190 millilitra flöskurnar, ég er að tala um stóru lítersflöskurnar í gleri. í gleri. Þannig að þetta var stór dagur í Breiðholtinu og það var gaman að sjá þessa mynd aftur af ýmsum ástæðum. Það var ekki bara nostalgían að vera aftur komin í 10 ára afmæli sitt. Það er þetta líka merkileg mynd og ég ætla að reyna að passa mig á að vera ekki með of mikið af spoilerum í umfjölluninni vegna þess að ég veit að það mun allir vilja sjá þessa mynd og ef einhverja spurningar vakna hjá þér Bergþór og menn ég er að fara yfir þetta þá bara skýtur þú þeim inn í, en ég heyri þegar á þér af viðbragðleysun að þú hefur aldrei séð þessa mynd. Nei, ég er hérna einmitt bara með þetta á skjánum hjá mér núna og Já, þú hefur ekki séð margar kvikmyndir held ég. Nei, svo hægt að segja. það er mjög auðvelt að finna mynd þegar ég er makkarinn á móti. Já, en það er gott að fyrir það að byrja á þessari mynd, því hún fjallar um innrás Sovétríkjana og bandamanna þeirra í Bandaríkin og hefst þannig að það er kennslustund í framhaldsskóla í Colorado, stær í sveitinni þar, þegar að sovéskir fallífahermenn og Kúbverjar með þeim og einhverjir fleiri Búlgarir eða einhverjir, þeir mæta þarna til leiks og byrja bara að skjóta og sprengja og þetta var kannski dálítið djarft hjá þeim að hefja innrásina í Bandaríkin í Colorado eða þannig leitað út að minnsta kosti í upphafi og það er skemmst frá því að segja að bandaríski herinn kom engum vörnum við en þarna í Colorado þar áttu nú flestir byssur og voru vanir veiðum. Það virkaði nú svona sem einhver republikana sýsla þarna en Sovétmennirnir og bandamenn þeirra þeir byrja á því að
að handtaka fólk, alla sem að voru grunaðir að fylgja ekki kommunismannum eða eiga vopn. Það voru nú flestir þarna í sveitinni. Og svo er farið að taka fólk af lífi og, og, og læsa því í svona fangabúðum. En að öðru leyti þá reyndu sovétmennirnir sitt besta til að vingast við mannskapinn. Þeir sendu til dæmis settu á fót vináttu miðstöð Sovétríkjanna og Bandaríkjanna þarna í miðbænum. En þessi viðleitni, hún var einskis metin af hálfu Amerikanna og þeir sprengdu vináttu miðstöðina. En svo kemur það í hlut nemenda þarna við skólan, framhaldsskólan nemendana, að hefja andspyrnu. Formaður skólafélagsins reyndar, hann var sonur bæjarstjórans og var svona pólitíkus eins og pabbi sinn, og það er náttúrulega, það bóði ekki gott. Þeir fóru bara í að reyna einhvern veginn að semja frið og nýta aðstæður sér í vil. En aðal gaurarnir úr fótboltaliðinu, þeir tóku til sinna ráða. Og þar fór fremstur í flokki Patrick Swayze, Já, sem var nú held ég þá komin á fertugsaldur en lék þarna framhaldsskólanema, og honum til halds og trausts var Charlie Sheen. þetta er nú Litlu, tvíeyki sem að já, ég held að sovétmennir hljóti að hafa verið litlir í sér gagvart. já, það á eftir að koma í ljós, sko, en þeir safna þarna saman liði, vöskuliði framhaldsskólanema, og ólíkt stúdentunum í Columbia háskólanum, þá voru þessi krakkar alveg færir að vera sér út mat. Þeir veiddu dýr og drukku úr þeim blóðið og gerðu annað sem þurfti til þess að lifa af í fjöllunum. Þeir söfnuðu birgðum, vopnum og héldu til fjalla. Og urðu fljótlega aðal áhyggefni kommúníska innrásarliðsins. Þeir kölluðu sig eftir fótboltaliðinu Wolverines, og það reyndar sá ég skömmu eftir að innrásin í Úkraínu hófst að þar höfðu einhverjir Úkrænumennirnir merkt skriðdrekana sína á bílana Wolverines, þannig að þeir hafa séð þessa mynd og þú hafir ekki gert það. Já, ég blasið við. Já, en allavega þarna til að gera langa sögu stutta þá heldur þetta stríð áfram allir lengi og inn í veturinn og fram yfir hann, og stelpurnar voru með. Þú verður að gera grein fyrir að þessi mynd var gerð fyrir tíð feðraveldisins. Þannig að stelpurnar voru mjög liðtækar á hríðskotabyssunum og vélbyssunum, ekki hvað síst. Það salla niður innan þess að liðið, og ég ætla ekki að segja þér hvorir vinna, en ég get þó sagt þér að þessi innrás, hún reyndist vanhugsuð hjá Sovétmönnum. En myndin var svona svolítið brútal á köflum, þó hann hafi verið sýnd í 10 ára afmælinu, þá held ég að ekki við skaðanett sem að sá þetta þarna í breiðöldina sínum tíma. Foreldreinar hafi metið það sem svo að það þyrfti að herða þig og félaga þína. Já, kann að vera að þau við litið þannig á það, og ég held ég geti sagt frá því á þess að skemma neitt fyrir neðinum að síðar kom í ljós að árásin hafði hafist miklu fyrr, og Sovétmennirnir og bandamenn hafðu straujað yfir Kanada og stóran hluta af Bandaríkjunum, gert kjarnorkuárás, og það hafði mikið gengið á og mjög margir farist, en þetta var fyrir tíma internetsins, þannig að það vissi enginn af þessu þarna í Colorado þegar myndin hófst. Og svo fengum við einhverja fréttir af því að Bretland væri að falla og Kína held ég bara líka. 600 miljón öskrandi Kínverjar, sagði einhverju frétt. Þannig að menn voru með svona óljósar fréttir þegar áleið af gangi mála annars staðar, og þú verður bara að horfa á þessa mynd ef þú vilt vita hvernig þetta fór allt í lokin. Ég mæli með því, þetta er kaldastríðs nostalgía, og
og sló í gegn þarna í 10 ára afmælinu. Já, ég, Árið eftir, þegar ég var 11 ára, þá baði ég um að fá að fara einn í bíó því að ég vildi njóta þess bara einn í rólegheitum að sjá kvikmynd sem að þá var komin í kvikmyndahús hér og ég hafði mikinn áhuga að sjá. Sú kvikmynd heitir Back to the Future já, en ég mun ekki gagnrýna hana hérna í kvikmyndahotninu því að hún er nánast fullkomin. hm. Heyrðu, þetta var áhugavert, ég geti tekið upp á því að þetta er leikaravalið er áhugavert og efnisatriðin sömuleiðis, þannig að ég, sko, bara, það er ekki útilokað að ég skelli mér finni á netinu Red Dawn, var það ekki? Jú, rétt á hann. Já, en Svo held ég að þessi mynd hafi verið endurgerð en það er engin ástæð til þess að horfa á endurgerð þegar mann nei, geta það klúðrast alltaf, sko. upprunalega. Heyrðu, þetta var gott, takk fyrir þetta innlegg, en heyrðu, að því að ég hlustaði andaktugur á kvikmyndagagrínina og þá opnaði ég mögulega Morgunblaðið, mbl.is á meðan. Já. Þar var að detta inn skúbb, Mm. olíufélögin fá milljarða í afslátt frá borginni. Þannig að manni sýnist nú öllu að máli sem að virðist hafa orsakað það að María Sigrún hrökklast úr Kveik og Vigdís okkar Hauksdóttir reyndi að draga upp á yfirborðið á síðasta Hún kjörtímabili í reyndi það mikið, borgarstjórninni alveg stöðugt. og var, fekk mjög ósanngjarnar trakteringar Heldur betur. í samhengi við það vegna þess að þetta virðist nú einhvern veginn vera að stefna í einhvern allsherjar bara engin fordæmi fyrir svona undanþágum milljarðar í sko ofan á það að fá að breyta þessum bensínstöðvalónum í þéttbyggða reiti og svona það verður eitthvað í þessu Við ætluðum að ræða þetta í þættinum Já. eða allavega ég bara glemdi því en það verður kannski meira komið í ljós Já, í næsta þætti. ef ekki að lofa alvöru umfjöllunum í næsta þætti. Þetta er, Jú. ég held að þetta sé, það er eitthvað í þessu. Það held Það ég sé alveg öruglega. Já, Sannleikurinn komið upp á yfirborðið á endanum. það flýtur allt upp á endanum. Heyrðu, þetta er búið að vera býsna gott í dag. Við förum að kalla þetta gott og heyrum í ykkur áheyrendur góðir aftur að viku liðinni. En það eru nefndadagar í þinginu í dag, fimmtudag og á morgun föstudag. Þannig að það er fátt frétta úr pontu ef svo má segja. En svo byrjar allt á fullu á mánudaginn og það verður á nokkur svafa eitthvað spennandi að fjalla til viðbótar við bensínstöðvadílinn sem að virðist Við munum hafa frá ykkur að segja í næsta þætti. Já, Takk fyrir, Bergþór. Takk fyrir í dag, þetta er búið að vera bless í bili. stórfínt. Sömuleiðis, kæra Og þakkir fyrir að hlustendur. hlusta, kæru áhörundur, við heyrjumst þetta í viku. Bless, bless.